Þarna sem sagt var annars vegar verið að tala bara lyfta fram fátæktinni sem hefur einhvern veginn verið feimnismál og þó komið svona af og til upp á yfirborðið að það eru fréttir af hinu og þessu og allt mögulegt að gerast og umræða á Alþingi en svo dettur það niður aftur. Þannig að markmiðið var annars vegar að vekja máls á umræðinni en svo hins vegar að leggja fram þessa spurningu sem sagt lágmarksbætur og lágmarksframfærslu, hver hún? Vegna þess að það hefur algjörlega vantað hjá okkur. Eins og öllum Norðurlöndum þá bara gefin upp ákveðin lágmarksframfærsla sem þú þarft ef þú ert einn, ef þú ert í sambúð, ef þú átt börn til þess að geta að lifa það. En menn hafa verið hræddir við það hér vegna þess að bætur eru svo lágar að þær nálgast svo mikið lægstu launin og með því að hækka bæturna þá er maður hræddur að það þurfir að hækka lægstu launin ef það eru til einhver upplýsingar hvað þú þarft raunverulega til að lifa á. Það var til dæmis athyglisvert að annars vegar það voru allir sammála því að það þyrfti að vera einhvers konar nefnd, einhver lágmarksupphæð, lágmarksframfærsla en það var bara einn aðili eða kannski tveir sem að nefndu hver hún ætti að vera og það var 160.000 krónur sem að mönnum í pallborði eða sú tala sem að menn nefndu en út í sal þá voru menn að tala 220.000 og sem myndi þá alltaf setja mikla pressu líka á lægstu launin eins og við vitum af því að og þess vegna er þetta mikið deilumál. Það er ágætt sem að Ögmundur ráðherra nefndi og hann var hlegið því hann taldi upp öll ráðuneytin og hlóðaði sjálfur sem hann var ráðherra yfir, ég man ekki hvað þið heita all. En eins og hann sagði, þetta er bæði spurningum lágmarksframfærslu en líka til dæmis skuldir og kvaðir sem liggja á fjölskyldum og ég held að fyrir löngu síðan hefðu við sem samfélag átt að taka á spurningunum hvernig samfélag viljum við hafa. Til dæmis við höfum bara dæmi frá Norðurlöndunum þar sem er settur fókus á barnafjölskyldur, til dæmis bara tannlækningar sem ég er líka búin að vera aðeins að rífast þar sem eru ókeypis tannlækningar fyrir yngri en 18 ára. Hér þarf að borga allt fullu verði. Skólabækur sem eru ókeypis á Norðurlöndunum, hér þarf að borga allt fullu verði. Eins og komið fram í gær bleiur sem eru lúxusvara hér á landi en eru gefnar í Finnlandi á fyrsta ári hjá börnum og eru niðurgreiddar og skattlausar á öðrum Norðurlöndum. Bara svona lítil dæmi, hvernig samfélag viljum við hafa og fá raunverulega upp þá umræðu og kannski viðurkenna að við höfum ekki gert það fyrr og við höfum ekki, það var stundum talað áður en hrunið var íslensku leiðina þar sem að ef eitthvað kom upp í fjölskyldunum þá átti bara stórfjölskyldan að annast þig. Ef þú veiktist þá átti bara foreldrar og systkini að hjálpa þér en það gildi bara ekki lengur og við verðum að bara horfast í augu við að við þurfum að taka á þessu. Ég held að þetta sé grundvallarforsenda til þess að við getum raunverulega gert eitthvað. Við þurfum að forgangsraða til dæmis gagnvart fjölskyldum sem eru með börn, við þurfum að forgangsraða gagnvart sjúklingum, ellilífeyrisþegum og svo framvegis og allir geta lent í því að vera sjúklingar. Öll verðum við, eða flest sem að lifa náttúrulega fram á aldur verða ellilífeyrisþegar og svo framvegis og við höfum bara ekki gert þetta og við erum að rífast alls konar hluti og peningamál og tala að það sé engin peninga til. En við gerum þetta heldur ekki þegar var til nóg peningum. Og mér finnst, við erum alltaf að tala um í nýja Ísland, en það verður aldrei til nema við tökum grundvallar umræðu það hvernig samfélag við viljum hafa og stefnum síðan að því forgangsröðum eftir því. Í kirkjunni hefur heldur ekki spurt þessar spurningar, hvernig samfélag vil kirkjan hafa á Íslandi. Og við erum að sjálfsögðu með til dæmis hjálparstarfi og það var fulltrúi frá hjálparstarfinu staddur þarna og frábært að hafa hana, hjálparstarfi kirkjunnar og við erum alltaf að hlaupa og hjálpa Guði sé lof og fólk er tilbúið að leggja mikið á sig. En höfum við tekið þessu umræðu? Hvernig samfélag viljum við hafa á Íslandi og viljum við sem þjóðkirkja koma með okkar tillögur og leggja okkar línur í þessu uppbyggingu og það finnst við líka að gera það.